Halló, Fáses! Við erum hérna smá sérfræðingapanel að fara að ræða söngvakeppnina. Við erum búin að skipta okkur niður í 3 kjördæmi. Það er Fáses Suður, það er ég Steinunn sem stöddur í garðinum, svo er það Fáses Norður. Það er Halla, hún er stödd á Akureyri og svo er það Fáses á meginlandi Evrópu og það er Haukur staddur í Mekka Eurovision, Stokkólmi. Hej allihopa. Hej allihopa! Herru, við ætlum bara aðeins að ræða hérna lögin í söngvakeppninni. Eru þið ekki bara til í það? Jú, heldur betur. Heldur betur. Herru, við ekki bara byrja á fyrsta laginu. Við ætlum bara að fara yfir þetta í sömu röð og þau koma fram næstkomandi laugardag. Þannig að fyrsta lagið er Battle Line með Fókus-hópnum. Og það er samið af Sigurjóni Erni Böðvarsinni, Rósu Björg Ómarsdóttir, Michael James Down og Primož Poglajen og textin er eftir Jónas Gladnikoff og Þórunni Ernu Klausen. Herru, við ætlum bara að hafa þetta þannig, við bara segjum okkar álit og gefum þeim einhvern. Á ég ekki bara að byrja? Jú, endilega. Sko, ég er svona pínu báðum áttum, þú veist, þetta er rosa svona grípandi, eitthvað svona ofurballaða, en það er eitthvað sem ég finnst að vanta. Ég er að vonast til þess að þau komi með það núna næsta laugardag, af því ég held að þetta gæti svona hífst aðeins upp þegar þetta er komið á ensku. Að mér finnst enska útgáfan, allan stúdíóútgáfan vera fín, en mér vantaði eitthvað, veit ekki alveg hvað er, eitthvað bara svona tengingu við það, en þau eru öll drullugóða söngvarar. Þeim er alveg eiga það. En þetta er svona, þetta er svona góð power balluðu, svona klísja. Þau eru með alla taktana, sko. En mér finnst samt að vanta eitthvað upp á, sem ég vonaði gefa mér á laugardaginn. Þannig að Battle Line með Fókus fær 3,5 frá mér. Og svona til að útskýra það, þá er einhvernagjöfum frá 1 upp í 5. Þetta er ekki þín típiska Eurovision einhverjumgjöf. Þannig að Fókus með Battle Line fær 3,5 frá mér. Haukur? Já, sko, mín skoðun er svo að mér finnst þetta lag í rauninu, sko, ef maður lítur bara á lögin sjálf, ef maður lítur ekki á heildarpakkann, þá finnst mér þetta að vera besta lagið, alveg eiginlega langt besta og svona eiginlega besta og aðal Eurovision-lagi sem er í þessari keppni. Mér finnst það vera með alveg hárrétta uppbyggingu. Mér finnst mjög flott þegar þau fara fyrst inn í fyrsta viðlagið, er ótrúlega powerful og svo eru þau auðvitað öll ógeðslega góð söngvarar og rústa laginu alveg þannig, eða sérst á góðan hátt. En mér finnst þess að vera mjög mikil galli, það er ekkert persónulega hvort þeim, en mér hefur aldrei fundist virka vel hvorki í Eurovision eða annars staðar að skipta 3 mínútna lagi svona bróðurlega á milli svona ótrúlega margra og mér finnst þau þar vera að skjóta sig svolítið í fótinn að hefði þetta verið leiðilegt. Nú eru svona, virðast þau eiginlega bara öll eða eitthvað að hafa komið að því að semja þetta lag, kannski ekki alveg öll, en mjög margir höfundar og að samanskapi mjög margir að flytja það og þetta til þess að svona powerballa eigi að ná alla leið, þá verður maður að ná að tengja við þann sem er í syngjana, finnst mér, og mér finnst það ekki takast að ég fæ bara hlusta á 5 sekúndur í einu frá hverjum og einum og svo er kameran út allt. Þannig að mér finnst þarna ef þau hefðu bara þórað eða bara dregið strá eða eitthvað, leyft einum eða 2 og syngja þetta, þá held ég að þetta hefði verið bara alveg geðveikt, en því miður, þá virkar þetta ekki út af þessu, finnst mér. Og svo líka, nú ætlum við að hafa þetta á ensku, mér finnst íslenski textin miklu betri og ég held að ef þetta hefði verið sett upp eftir mínu höfði, ég veit ekkert hvort það hefði virkað, en ef ég hefði fengið að ráða og þetta hefði verið 1 eða 2 söngvari og farið með íslenska textan, þá held ég að þetta hefði getað alveg gert góða hluti. En ég ætla samt að gefa þér 4 sem er auðvitað mjög hátt og þá er ég að hugsa svona skalinn í þessari keppni, þá finnst mér að vera með 4 ef að 5 er það besta í þessari keppni. Ok, takk Haukur. Ég held að þú sért búin að koma orðum að því sem að mér finnst vanta upp á. En Halla, hvað segir þú? Ég er sammála Hauki, þetta er besta lagið.
semst lagið sjálft bara og heyra það og stúdíóútgáfuna, þetta alveg, og þetta ekta einmitt Eurovision lag, gjörsamlega, þetta eins og þetta bara passar inn í sænskt Excel-skjal sko, gjörsamlega, og maður bara fílar þetta fyrir okkur Euronördana, við vorum að horfa á þetta saman hérna á Akureyri, það fengur bara allir bara, oh my god, þú veist, þetta alveg að virka minnst fyrir okkur nördana, veit ekki með hinn almenna borgara. Ég kannski ekki alveg samanlega, mér finnst þau nú misgóðir söngvarar. Sum alveg gjörsamlega með þetta, önnur kannski ekki eins og mér finnst einmitt þau eru svo mörg. Þetta, þú veist, þetta var alveg flott, annarkvort þurfaði meiri æfingu, kannski myndatakan líka ekki að hjálpa, ég veit það ekki, mér finnst þetta pínu stirðbusalegt og svo finnst mér að þau að vera meiri stíl. Þó sé flott og ólíkt fólk, þú veist, en þá held ég að það geti, og ég hef var einhver að tala með þig, kannski eitthvað, væri verið að sauma eitthvað á þau og finnst það væri í, þú veist, 2 litum eða eitthvað, að það gæti komið alltaf vel út. Þannig að, já. Já, ég var alltaf búin að heyra eitthvað staðar af því að þau væri alltaf... Já, það væri eitthvað, þannig að ég vona það og mér finnst þetta æðislegt, sko, lagið sjálft. Þannig að hérna, maður heldur alveg dálítið með því, sko. En hvað segirðu með einhvern? Einhvern, sko, ég held ég færi 3,5 eins og þú, bara. Já, ég held að bara... skjóta að, það var einn sænsku vinur minn, við horfðum á þetta saman, og hann mitt orðaði þannig, hann sagði svona, já, en það er samt bara svona, smá eins og það hafi öll bara farið í uppáhaldsfötin sín, kannski fötin sem var á jólunum eða eitthvað. Og ekkert að þessum fötum, en þú veist, þetta er svolítið munur á því að vera að fara á árshátíð eða að fara í Eurovision og maður þarf svolítið að hugsa þennan hlut líka, sko. Ég fekk með pínu svona feeling frá sko Sviss 2006. Já, algjörlega sammála því. Ég fekk akkurat þannig. Þau með eiga það fókushópurinn og mér finnst þau mun svona vínalegri og mér langar frekar að hlusta á þau. Mér slæði betra að Sviss frá 2006 var alveg hræðilegt. En svona fatalega séð, einmitt. Og sagði svona, mér datt það fyrst í hug. Það voru svona 5 eða 6, þau voru reynda 6, þau voru 5 eða 6, öll bara í svona mismunandi fötum, og var þetta aðeins meiri heild yfir því hjá fókushópnum, en ég fekk svona þannig feeling. En ég held að þau geti gert þetta geggjað flott. Þetta gæti orðið geggjað flott, þannig að ég er mjög spennt fyrir því að sjá, en eins og þetta er núna, þá mitt að vantar eitthvað svona smá upp á. En eigum við að skella okkur í það næsta? Já. Haukur, þú ætlaðir að segja ykkur frá því. Og það er sem sagt lagið Here For You með 8-unni og það er sem sagt flytjunir eru þá Sonja Valdín og Egill Plóter og lagið eftir Egill Plóter Óttarsson og Nökkva Fjalar Orrason og textin líka. Sko, og við náttúrulega, ég veit ekki, það vita það kannski allir sem horfa á svona, sem eru þessu nördasti, en Egill Plóter allavega hefur tekið þátt áður, sama ár þegar ég var að taka þátt 2014, þá mann ekki eins og alveg hvað hétu, en það var alveg... Var það ekki Blár Ópal? Akkurat. Og já, en hérna eru þau semst komin með 8-unni og ef ég byrja á að segja bara aðeins frá minni skoðun á því, sko, ég kann alltaf að meta það þegar fólk er allavega aðeins að reyna að breyta því sem er standardinn og það er auðvitað búið að vera sömu höfundar aftur í söngkeppninu og það er komin ákveðin svona bara tegund af tónlist sem eru lögin sem að fara í söngkeppnina og það er svona vil ég hvetja svona krakka eins og þau til þess að einmitt taka þátt og koma með eitthvað sem er kannski nýtt og ferskt. En að því sögðu sko að þá er ekki nóg að það sé bara nýtt og ferskt og mér finnst þetta lag bara einmitt fyrir utan sko ef maður byrja bara á því að mér finnst tempóið ekki vera bara rétt tempó fyrir lag sem áfæri í Eurovision. Þetta er svona hægt að hlusta á þetta í bílnum eða eitthvað svoleiðis eða bara ekki í bílnum þú ert að vinna eða eitthvað þú ert að einbeita þér. En ekki til þess að fara að dansa við eitthvað svoleiðis. Þetta vantar eitthvað aðeins meira fútt í þetta. Og svo eru þau auðvitað ung ennþá og ég er ekkert endilega viss að það hafi verið besta valið fyrir þau að vera að flytja þetta sjálf fyrir þá sem að samt þetta lag, að kannski fá einhvern annan sem er kannski með meiri sviðsreynslu en auðvitað gaman að gera það sjálfur og svoleiðis. En mér finnst maður að finna fyrir því að þau séu með aðeins minni sviðsreynslu sem er kannski ekkert skrítið þegar fólk er ungt en að samaskapið það er sumt fólk sem kemur bara
17 ára og rúllar svona hlutum upp. Og já, ég ekki hrifinn af þessu lagi en ég vona að þessi hópur haldi bara áfram og komi með, ég hef heyrt betri lög frá þeim og ég vona bara að þau komi með eitthvað betra næst. Það jákvæða við þetta að þau halda áhuganum hjá krökkunum. Þeir sem að fara úr því að vera börn og yfir úlingar verða kannski spennt fyrir samkeppninu og það getur alveg skilað sér í einhver öðru í framtíðinni. En mér finnst þetta að vera bara með því síðra í þessa keppni og ég ætla að gefa þessu 2. Ok. Halla? Ég næst, já. Já. Ég sammála Hauki mér náttúrulega bara fjölbreytni og Eurovision, ég alltaf bara hrifin af því, þú veist, svo leiðilegt ef öll lögin manni finnst þau meira og minna eins og fólki finnst það sem ekki kannski svona mikil nördar eins og við sérstaklega. Algjörlega frábært og að þetta þýðir að þessi 10-15 ára aldurshópur að horfa, þú veist, á keppnina yfir höfuð og kjósa á, það bara frábært og að gera. Lagið, mér finnst það ekkert sérstakt heldur, alveg sammála því, en ég alltaf kannski bara orðin svona gömul. Þetta ekki fyrir minn smekk, en og þetta var ekki gott hjá þeim, lagaflutningurinn, það bara svoleiðis og þau ættu kannski að reyna að nýta bakrættirna sem þau voru með betur. Mögulega æfa sig í því og vonandi, þú veist, gera það, ég hugsa það, þau æfi sig nú og eru náttúrulega búin að fá gagnrýni og þess háttar. En já, þetta svona það sem ég held að ég hef að segja það. Ég set ásinn á þetta, ég ætla að gefa þeim 1. Ég ætla að vera hörð. Það bara brútal. Já. Já, ég get alveg verið sammála ykkur því að það mjög gaman að fá eitthvað svona nýtt blóð inn í söngvakeppnina. Og einmitt, það alltaf svona, þú veist, það virðist vera orðin svona fastagestir eða svona góðkynningar Eurovision, eins og maður segir oft góðkynningar lögreglunar. En þú veist, það líka bara gaman að því. En í þessu tilfelli þá finnst mér það ekki kostur að hleypa inn ungum, nýjum, mögulega óreyndum söngurum, lagahöfundum inn í keppnina. Þau hafa svo sem samið ykkur lög og svona, en eins og hún segir sjálf og búin að tala mikið hún Sonja, það bara ár síðan hún byrjaði að syngja. Og jú, það alveg til krakkar sem mæta bara 16-17 ára og þú veist, bara syngja og bara bora sig inn í hjörtuna eitthvað svona. Ég get ekki sagt það saman hana, eða bara þau yfir höfuð. Þau eru að springa af gleði. Það ekki að vanta. Nei. En þetta ekki út gestunina. Í fyrsta lagi þá lagið ekki að höfða til mín. Ég einmitt sammála þér, Haukur, að það eitthvað við inn á takt sem að líka trufla mig bara. Ég finnst einhvern veginn, en það gæti líka verið, þú veist, að ég sé bara orðin of gömul, en þú veist, ég sé ekki eitthvað ógeðslega gömul, en þú veist, þetta allavega, ég er samt alveg komin yfir 30, sko, þannig að kannski þetta eitthvað sem höfða meira til unga fólksins. Og svo var þetta bara því miður hræðilegur flutningur í undankeppninni. Ef þau ná eitthvað að æfa það og gera það betra, þá kannski fá þau meira eitthvað kredit frá mér, sko. En mér eins og þetta núna, og mér finnst enska útgáfan, þú veist, ekkert skárri heldur en þessi íslenska. Þetta svo langt í frá að vera minn tebolli, alveg sko eins langt í burtu og hægt Ég var að hugsa að gefa þeim 0, en ég að pæla í að vera svona good chap og gefa þeim 1, af því að þú veist, finnst þetta svona gaman, sko. Þannig að þú veist, þau fá alveg svona tæpan ás frá mér, sko, en þetta ekki gott og ég get ekki sagt að ég vilja að þetta fari fyrir hönd Íslands til Portugal, sko, alveg bara, nei. En þú veist, þau að gera góða hluti, þau mega bara halda sig við útastöðuna sína og lögin sín og það, sko. Og bara eigum þetta alveg, þetta hróskeli fyrir bara, það svo mikið drif í þeim og það getur þetta, það sko tvennt, sko, til þess að ná árangur, þá stundum nóg bara að vera með einhver geðveikan talent og gera eitthvað smá. En svo líka hægt að ná árangur með að vera bara svona ógeðslega aktífur og drifinn, sko, og ég hef alveg trúið að ef þau halda áfram, þú veist, ef þau verið drita frá sér lögum svona ár eftir ár, þá áður að verða
bara mjög gott og þau eftir að vera sammála okkur bara held ég eftir ár, sko. Já. Gagnrýni. Og svo líka það með sönginn, að þú veist, það alveg sagt, þau eru kannski að venjast að vera með svona drasl í eyrunum og eitthvað svoleiðis og þetta ekkert auðvelt og það ekkert allir sko fæddir með röddina Adele, sumir þurfa að þjálfa hana, alveg, ef hún hefur Já, alveg, já. En þannig að ég vil svona líka hvetja þau sko, og því að ég er mjög ánægður með að í rauninni að þau séu með nema ef þau vinna, þá ég mjög Já, það kannski fínt, það rosa fínt að fá eitthvað svona nýtt blóð inn, Já. En Við erum ekki alla leið, Nei. Þetta ágætis svona nýju blóðs uppfyllingarefni. Herðu, hvað næsta lag? Það var Halla. Já, það hérna Our Choice, það Ari Ólafsson sem syngur það og hét Heim á íslensku. Hann flytur að síðast lag og texti eftir Þórunni Ernu Klausen sem nú mjög mikill reynslubolti í Eurovision. Eða söngvakeppninni fyrst og fremst, átti enska textan við Coming Home þegar við sendum það 2011 og marga sérstaklega texta og nokkur lög hefur hún átti í keppninni síðustu ár. En Ari alveg bara glænýr í Eurovision, það ekki rétt hjá mér? Já. Jú. Ari sjálfur, hann ofsalega bara og sjá hann, sko, hann náttúrulega bara með heyri upptökuna, þetta lítur að vera góður söngvari og hann það svo sannarlega, það bara alveg frábær. Og svo finnst mér hann bara hafa með sér svo mikla útgeislun, það svo mikið sjarmur, að það bara, hann hefur þann alveg svoleiðis myndavélarnar og svo finnst mér bara, hann minnir mig á Johnny Logan bara, þú veist, 1980, þú veist, þegar Johnny var ungur og sætur, og hérna, það lítur nú að vera plus, sko. En lagið sjálft finnst mér bara, það ekki að gera neitt fyrir mig. Það bara ég eða eitthvað, jú, það fólk sammála mér og sammála, en einhvern veginn, mér finnst það aldrei, það hefur allan ekki náð mér ennþá. Þannig að hérna, og mér finnst þessi sviðsetning líka ekki vera að gera sig og það var svolítið eins og með fókushópinn, fólk var bara einhvern veginn og það var enn heimilislegra þarna sást Einar var með sko rauða teygju í hárinu og þú veist, af því að miða við hvað þetta samt sko elegans lagið og hann sem söngvari þá fannst mér sviðsetningin ekki elegans. Þannig að það fannst mér draga þetta niður líka og þau kannski laga það eitthvað, veit það ekki, mér finnst hann bara að vera einn á sviðinu. Þarf ekkert, einhverja bakrætir þá mögulega, þú veist, það var gert svona heimilislegt en mér finnst það ekki passa þessu lagi, en það já. Ég ætla að setja bara þrýstinn á þetta. Steinunn, hvað segir þú? Herðu, ég eiginlega bara rosa mikið á sömu blaðsíðu þú. Ari mjög góður söngvari og hann náttúrulega sko endalaus krúttlegu gaur. Þú veist, hann ungur en hann bara eitthvað, hann að ég leyfi mér alveg að segja hann sé krúttlegur, af því að hann En alveg, ég held að hann sé alveg frábær típa, sko. Og hann mjög góður söngvari. En það einmitt það sama. Það eitthvað, þetta lag ekki að höfða til mín. Enga veginn. Og mér finnst eins og ég sé að hljóma eins, eða þú veist, sé eins og biluð plata því ég var alveg sammálaður með sviðsetninguna. Þetta var eins og þetta, sviðsetningin var eins og þetta var eitthvað svona geggja, eitthvað svona feel-good party-lag. Já, akkurat. Eitthvað svona, þú veist, pínu svona coming home feelingurinn, sko. Og svolítið svona þema sem alltaf að koma aftur í söngvakeppninni. Það ansi margir sem taka með sér lampa eða sófa bara í gegnum árið, sko. Já, það passa bara ekki til öllum atriðum. Þetta meira, hann átt að vera í smoking, þetta átt að vera svona elegans, já. Já, það þyrfti að vera eitthvað meira svoleiðis, bara eitthvað svona flýill og... Já, það allt í lagi, stórum á sittir í flýill. Ef hann verður ekki einn á sviðinu þá eitthvað svona flýill og svo koma kannski einhverja bakrættir inn svona pínu svona eins og þau gerðu með Ég og Líf. Já. Akkurat sem ég hugsaði líka þá gæti orðið... Það ramma fram öll saman, þá þú veist kemur lyftur þessu. Þá gæti verða að vera spariklæddir og fínir, þú veist, ekki bara í gallabuxunum og eitthvað. Það verður betra, en þetta lag samt ekkert að höfða til mín.
það væri alveg samt hægt að hífa þetta upp, sko. En þarna, já, en eins og staðan núna, þá ætla ég að gefa þessu 2,5 af því að mér finnst, jú, hann góður, en mér finnst umgjörðin og svona lagið og svona ekki bara vera nógu gott eins og það núna. En það, ef það bætir sig eitthvað á, eins og maður veit aldrei, þú getur breytt eitthvað til á laugardaginn. En já, það fari ekki mikið meira en 2,5 frá mér. En þú, Haukur? Já, sko, í staðan fyrir að vera svo billig plata, þá þið búin að segja það sem við erum örugglega ekki einu sem erum að hugsa þetta nákvæmlega sama. Af því að þið sögðu bara nákvæmlega sem ég hef hugsað. Og eins og þú ert að tala líka hvernig þetta ætti frekar að vera, þetta vilja allir hafa skoðun á því, en ef maður hugsar lög til dæmis eins og þarna Kúla, sem var nú alveg frekar vinsælt, það höfði aldrei til mín, en það tókst samt, þeim tókst samt að hafa það flott á sviði þannig að það hafði einhverju áhrif á mig. Í þessu tilviki þá einmitt út af því hvernig þetta sett fram, þá nær, ekki eins og þegar hann fer upp á þarna tekur aðalnótuna, að það hefur engin áhrif á mig einhvern veginn, en ef þetta væri einhvern veginn saman með því að það kæmi, ég veit ekki, það væri búið að vera myrkur og svo kemur sólin upp, þetta náttúrulega klysja og svo bakgrunna fram, en þetta virkar og með svona lag þá finnst mér að það þurfi og mér finnst líka bara, eins og þú sagði líka, ég meina lagið höfða bara ekki til mín en mér finnst það alveg frábærlega flutt en það bara ekki nóg ef maður hefur enga tengingu við melodíuna þá skiptir flutningurinn engu máli og það þannig sem fyrir þessu lagi komið fyrir mér og með svona fólk sem líka mikið að taka þátt að ég stundum velti fyrir mér maður getur ekki að elska öll lögin sín jafn mikið en fólk sem greinilega hefur hæfileika og svoleiðis og nær að komast inn á hverju ári ef þau myndu bara velja besta lagið sitt af 10 eða eitthvað og fara þá alla leið ég myndi frekar vilja sjá það og þegar þau væri þá ekki með lagið sitt sem væri besta lagið af 10 lögum eða eitthvað að láta einhvern koma bara einhvern annan fara og þá fengjum við meiri fjölbreytni en nú ekkert að banna fólk að taka það En mér finnst sem Euronerd mér finnst að við erum að setja hagsmuni þjóðarinnar framar okkar eigin hagsmuni og eigin metnað stundum. Ef maður heldur, ég get ekki alveg séð að til dæmis með þetta lag, mér finnst þetta að vera svona lag sem allir viti að mun kannski ekki fara alla leið þótt að en ég verð nú samt að segja, ég veit það auðvitað ekkert og Kúla fannst mér ekkert skemmtileg og það elska margir það lag. Þannig kannski hefði þetta alveg getað rústað þessu og með Ara sjálfan, mér finnst hann bara alveg náttúrulega frábær söngvari og ég ekkert samt vissum að hann komi til eitthvað aftur þegar hann ekki á leið bara eitthvað miklu stærra, hann ekki að fara í klassíska heiminn. Jú. Þannig að þetta var kannski hans tónlistarskóli í London. En ég held að ég hef engar áhyggjur af honum saman hvernig fer fyrir þessu lagi. En já, þetta ekki allan uppáhaldslagið mitt keppninni ég kann miklu betur við margt annað sem að Þórunn hefur gert. Mér finnst til dæmis Þórunn yfirleitt gera mjög fallega texta og mjög hrifin af mörgum textum hennar. Ég ekkert sérstaklega hrifin af þessu textu og það kannski aðalástæðan kannski svo að þetta þema nú ég að tala íslenska textan að heim, mér finnst það koma aðeins svo oft fyrir í íslensku lögum kom í Sonnys Friends, þá náttúrulega kom það og það átti miklu betur við þar, fannst mér. Svo Greta Salome nota þetta líka I'm Coming Home og eitthvað svoleiðis og svo hérna núna, mér finnst þetta mörg þema sem koma oft en mér finnst allan að hún gera marga texti sem miklu betri og marga bara frábæra og ég ætla bara að gefa þessu lag 2 af því að mér finnst það bara ekkert varið í það í rauninni og 2 stig eru bara til Ara. Já. Ég svona samt eitthvað þessu ótæld en ég menna að þú veist Nei, ég menna þetta ekki alltaf verið að vinna sem eru náttúrulega. Ég vil ekki bara hoppa yfir í næsta lag. Það Kúst og Fæjó með heimilistónum og lag og texti eru náttúrulega eftir þær stöllur í heimilistónum og ég ætla nú bara að leyfa mér að byrja á því að segja að ég búin að vera ég kannski ekki
búin að vera að bíða beinlínis eftir því að heimilistónar komi í söngvakeppnina, en ég er búin að vera að bíða eftir einhver svona atriði í svolítinn tíma. Þannig að þegar ég sá það að heimilistónar væru í söngvakeppnin, þá var ég bara eitthvað, ok, þetta búið, þetta bara minn sigurvegari, bara búm, það skiptir ekki máli með restina. Og svo hafa það reyndar alveg náða að halda því. Mér finnst þær þær eru náttúrulega ótrúlega skemmtilegar. Og það má svo sem deilum, þetta er kannski ekki besta lag sem ég hef heyrt. Ég hef alveg heyrt betri lög. En allur heildarpakkin bara, þetta er skemmtilegt lag, þetta er skemmtilegur texti. Ólafía Hrönn og Lolla er náttúrulega bara ein fyndnasta manneskja sem að Ísland hefur alveg af sér, þannig að hún gæti staðið þarna uppi og gert ekki neitt og ég myndi samt hlæja henni og finnast það skemmtilegt. Og svo, þessar bakraddir sem að þær voru með á sviðinu, oh my god, bara getið fengið símanúmerið hjá þeim með eitthvað, já. Og svo bara svona allur pakkin. Og þetta er langt í frá að vera eitthvað besta lag sem ég hef heyrt. En af því að þær hafa fyrir mér einhvern veginn allan pakkan. Þetta er skemmtilegt, það er húmor í þessu. Og mér finnst, ég vona að þær haldi sig bara við það að, það er náttúrulega búin að gefa það út núna, þær ætla að syngja þetta bara á íslensku næsta laugardag. En ég er búin að sjá að það er búin að vera eitthvað svona umræða, bara hjá þeim á þeirra Facebook síðu, alveg eigum við kannski að hafa þetta á ensku og ég vil bara, hvetja þær eindregið til þess að halda þessi bara við íslenskuna. Ég meina, hvernig ætlar að þýða saumó yfir á ensku? Er einhver, ég veit ekki neina, er einhver önnur þjóð sem heldur saumó? Svona sorority, eitthvað neitt. Já, og það er náttúrulega til í einhverjum öðrum formum. Einhverjum svona öðrum, það er til náttúrulega svona öðru, eitthvað svona teklúbar og eitthvað svoleiðis. En þessi íslenski saumó er ekki til neins staðar. Ég veit að fólk hefur oft verið að tala svona af því segjum að heimilistónar vinni, að boðskapur lagsins sé að svona, hvað liggur á bak við lagið eigi eftir að skila sér. En ég meina Salvador Sobral vann í fyrra með lag á portugalsku, það veit enginn hvað það snerist, það var bara tilfinningin. Ég meina þegar Molitva vann 2007, ég meina hver kann, er eitthvað margir sem kunna serbnesku, ég held að meiri partur af Evrópu hafi ekkert kunnað serbnesku, það var bara tilfinningin. Það var kannski meira svona einhvern veginn svona, já, meira svona, ekki þessi svona glaða tilfinning, heldur meira svona einhver rómó eða svona sorglegar tilfinningar að meira svoleiðis. En þetta er svona einhvern veginn hinparturinn. Og ég er bara tím heimilistónar alla leið. Og ef ég ætti að gefa einhverjum 5 í ár, 5 stig, þá fá heimilistónar mín 5 stig. Og svo náttúrulega skemmir ekki fyrir að, mömmur Pólapunks. Lissabon væri bara geggjað. Þannig að ég segi bara alla leið með heimilistóna. En hvað með ykkur? Haukur, fyrst að hallar að fá sér vatn? Já, ég bara get eiginlega bara tekið undir þetta allt hjá þér. Fyrir að fyrsta, ég er náttúrulega sammálaður að þetta lag, ég hef alveg heyrt betri lög, en ég myndi ekkert vilja sjá heimilistóna heldur vera með lag eftir Selko Joksimovic eða eitthvað, skilur. Nei. Það er ekki það sem maður vill þegar maður er að hlusta á heimilistóna. Þetta á að vera þægilegt og einfalt, grípandi, skemmtilegt. Og þetta lag er það, ég fekk það strax á heilan og þetta er það lag sem ég er oftast búinn að fá á heilan. Þetta er alls ekki eitthvað svona tegunda tónlist sem ég hlusta mikið á, en mér finnst þetta samt skemmtilegt. Það er ekkert í farið sem getur farið í taugarnar á manni eða mér allavega eða neitt svoleiðis. Þannig ég sé bara allt þetta jákvæð og svo fannst mér þegar ég sá þetta live, þá sá maður líka bara þetta er allt konur sem eru bara, þetta fagmenn og eru vanar að vera á sviði, ótrúlega vanar og alveg greinilega líka voru með eitthvað mjög góða svona heildarsýn á hvernig þetta ætti að lúkka og bara eitthvað svona einföld atriði eins og þessi litlu pallar sem maður stóð og gerði þetta bara ógeðslega flott, grípandi og bæði fyrir augun og bara svo stemningin sem það er að ná upp. Þannig mér finnst ekkert annað í stöðunni en það er farið og það er líka annað í því að við eigum mögulega von á miklum skell í maí að fara, komast ekki áfram í 4. sinn. Og ég lít bara á þannig að við verðum, það getur gerst með öllum lögunum sem eru núna,
En ég held að þetta sé eina lagi sem eigi raunverulegan séns á að komast áfram. En ef það kemst ekki, þá skiptir það eiginlega engu máli þegar við erum ekki fara með því hugafæri ef við sendum eitthvað sem á okkur finnst skemmtilegt og á íslensku við skiljum það alveg að þetta takist kannski ekki að sannfæra allir það. Það það sem við eigum að gera núna. Nú erum við að fara þarna fyrir okkur, við erum ekki að fara, þegar við fórum með Svölu, við vorum eiginlega bara, þetta var of alvarlegt hjá okkur og við ætluðum að rústa þessu, það gekk ekki. En núna er þetta gaman. Þínu með Gretu Salome líka. Það nákvæmlega sama. En svo ef við líka fyrir að kíkja sko á tölfræðina, þá sjáum við hvenær það sem við komumst áfram. Það þegar við erum með eitthvað svona létt og skemmtilegt. Pólapunk, heimilistónar, Sjónvarpsbrenns var kannski ekki létt og skemmtilegt að því leyti hvernig það til komið, en það var létt yfirbragð yfir því. Já, það var gleði á sviðinu. En það virkaði. Maður sá líka bara svona þeir voru að skemmta sér höfðu gaman á sviðinu. Og aðalatriði var ekki hvernig laginu myndi vegna. Aðalatriði var þarna, við vorum með einhverja annar ástæði með það lag. Til þess að heyra minningu og svoleiðis og bara það gátt allir vera á bak við það lag og það skipti engu máli, það hefði enginn fyrir að vera eitthvað reiður út í netinu að það ekki komst áfram. Finnst mér þetta líka núna með heimlistunum, allir myndu vera á bak við það og við myndum bara hafa gaman að það samkvæmt færi, maður yrði sem auðvitað maður hundfúll að endanum með það kæmist ekki örugglega. En ég held að það séu eini sensin okkar í ár, það ekki öruggur sens, en þetta spennandi, þetta skemmtilegt. Og við erum að gefa þarna góða sneið af einhverju sem að Íslendingar fíla, leikkonur sem Íslendingar fíla og elska. Ég styðjar 100% og ég gef þeim 5. Já, nú er komið að ég ætla að vera ósammála ykkur. Það að skemmtilegasta. Ekki 100%, það eru rosalega skemmtilegar. Og en það sem ég finnst eiginlega skemmtilegast sko í þessu júróferli með þeim, það eru leikkonur vanar og bara þvílíku húmóristarnir, þær eru alveg snillingar, að sko ég að fíla allt annað, ég búin að sjá þau syngja, vinnum þetta fyrirfram og Amor Pelos Dois, það eru með nýja útgáfu því alveg bara dásan og textinn, þau gerðu nýjan texta, það var bara æðislegur, þetta var bara yndislegt hjá. En eins og þið reyndar nefndi líka, lagið ekkert sérstakt og ef þið eru að líka þessu við Amor Pelos Dois og Molly 2 að þá voru það góð lög þó þau væru ekki sungin á ensku. En þetta ekki gott lag. Þannig ég segi, þú veist, Evrópa ekki að fara að ná þessum brandara. En þetta alveg dásamlegur texti og ég hlægi að hann, þú veist, ef ég væri með sauma þá myndi ég einmitt ná að kaupa líkjöruna en klikka á þessu með að marinera öndina. Þú veist, það bara nákvæmlega, þú veist, þetta bara, og sko vináttuna, þetta bara dásamlegt og það svona litrikar. Og sviðsetningin, mér finnst hún mjög flott hjá þeim, ég alveg sammála ykkur með það. En þetta lag bara ekki neitt. Sviðsetningin og mjög flott, sko, sérstaklega Vigdís á trommunum, finnst það alveg geðveikt, sko, og svona bara rosa fínleg í þessu. Þannig að, já, lagið sjálft og mér finnst þetta ekki, en mér finnst líka, sko, gaman raun og verið, þetta rosalega heitt, sko, fólk annarkvort bara hatar þetta eða elskar þetta og það bara, sko, það bara næstu því, sko, allt brjálað yfir þessu og mér finnst líka gaman því ég held þetta væri bara fyrir miðaldra kellingar eins og mig, eins og ég segi, ég algjörlega næ þessum texta, bara að þá eru ekki síður kallmenn, þú veist, sem að svona niður í 35 ára pluss, bara gjörsamlega elska þær og og þær eru að fara að ná langt í þessu, sko. Það alveg einvís lykt af þeim, sko. En ég vona að þær fari ekki alla leið. Ég skíthrædd það og vona ekki og ég ætla ekki að gefa þeim nema 2,5. Halla! Nei. Ég með langar samt bara árétta það að ég var með fullri virðingu fyrir heimilistónum. Þá var ég ekki að líka laginu þeirra við gæði Amor Pelos Dois og Molly 2. Ég var meira svona að hugsa feelingin, þú veist, að það allir mjög áskir af því að íslenska ná ekki að skila sér. Já, alveg rétt, já. Þá það svo skemmtilega. Ég efast ekki að það gætu samið eitthvað í líkingu með Amor Pelos Dois. Já, ég veit. En það var reyndar mjög gaman líka að sjá þær sko taka eitthvað annað seinna en þetta svona svolítið meðalið sem ég þarf núna allavega.
En já, þetta mitt uppáhald. En Haukur, þú ætlaðir að kynna næsta lag fyrir okkur. Já, það lagið Gold Digger sem flutt af Aroni Hannesi og hann þekkjum nú frá því í fyrra og hann kom nú, fannst mér allavega, mjög ferskur inn í fyrra. Þannig ekki hverjum degi sem að við fáum bara, sko, nú það sem betur fyrir að verða einhvers konar regla ef við séum með dansatriði, en það var bara, hann var með þeim fyrstu bara til þess að vera með gegnum gangandi dans bara í gegnum all lagið. En lagið hans samið aftur af Sveini Rúnari Sigurðssyni sem að ég nú bara búin að missa töluna þótt að komið fram í þættinu hversu ofta hann hefur verið með, en var 13 eða 18? 16 held ég. Og Jóel Ísaksson og Óskar Nýmann. Það eitthvað svíalykt á honum og það nú ekkert skrítið kannski að það skal engan undra að sé eitthvað sví í þessu lagi. Og textin eftir Valgeir Magnússon og Tara Nabavi sem að ég þekki þau nú ekki. Jú, ég mjög hrifinn af Aroni Hannesi. Mér finnst hann hafa ótrúlega mikið til brunns að bera. Hann myndalegur, sjarmerandi, góður að dansa og góður að syngja. Og mér finnst hann hafa þetta sem að ég eiginlega búin að vera að bíða eftir að einhver á Íslandi komi með. Mér finnst við ekki hafa haft alvöru popstjörnu, síðan Selma var alvöru popstjörna kannski 99, svo þegar hún fór 2005 þá var hún samt, þótt hún væri frábær og allt það, þá var hún samt orðin popkona, en núna erum við með ungan strák sem að hefur þetta allt, getur alveg fara alla leið. Svo alveg flott að sjá í rauninni að Sveinn Rúnar þetta búin að þróast ótrúlega mikið sem lagahöfundur líka og komin í núna melló klassa, myndi ég alveg segja algjörlega með þessu lagi. En að sama skapi, það sem mellólyktin af þessu þetta líka af því að, okkur finnst við að heyrt þetta áður. Og það nú svona það sem eiginlega gallinn við melló finnst mér, að ég vil maður vill að maður fá sér tilfinningu svona að þetta eitthvað svona kunnulegt, en ég vil ekki geta hlustað bara þetta þetta lag. Og mér finnst núna í þessu tilviki lagið hafa orðið ansi líkt frumritinu, ef maður getur orðað þannig, sem að þá, ég veit ekki hvort að það sé ekki allir sammála það, en þarna Uptown Funk með Bruno Mars, og sem ógeðslega flott lag, og það náttúrulega danssnillingar í því myndbandi. Svo ef maður ætlar að fara að láta bera sig saman við svoleiðis slag, þá ertu náttúrulega komin í smá vanda því að Aron Hannes eins góður hann þá hann ekki, og þegar hann dansarnir ekki jafn góður og í myndbandinu Uptown Funk, því miður. Þannig að mér finnst því miður ekki, ég get ekki stutt þetta lag til þess að vinna í þetta sinn. Þannig að samskapi ég alveg vissum að Aron Hannes mun fara einhvern tímann, örugglega með lag eftir Svein Rúnar, sem að verður þá eitthvað svona mellólag, sem að gæti bara orðið eitthvað svona klár topp 5, En í þetta sinn þá gef ég þeim nú samt 4, af því að mér finnst þetta ótrúlega flott, þetta ótrúlega vel framleitt og allt það, en mér finnst mínusinn vera 2. Mér finnst búningarnir ekki nógu flottir, þóttir sé allir eins, en mér finnst þetta smá verið eins og verið í soundcheckið þegar ég var að horfa á þetta. Og númer 2, af því að mér finnst þetta allt og líkt öðru lagi og mér finnst það ekki skemmtilegt. Þegar ég vil þetta líka að við séum að sýna eitthvað íslenskt, eitthvað íslenskar hugmyndir og reyna að koma með eitthvað tvist á það. En ég hlakka til þess að næsta lag, en 4 stig færð. Já, ég skal bara taka við. Ég mitt þarna, ég finnst þetta gott kombo, Sveinn Rúnar og Aron Hannes. Já. Og þetta, en ég einmitt sammála, það svona eins og þau séu að, byrja að fikra sig áfram og finna svona einhverja rétta formúluna sem bara gott að blessa, en þeir eru ekki alveg komnir á það stig að geta verið, með frábært lag. Ég fannst þetta lagið þeirra í fyrra sem Sveinn Rúnar og Samdi og Aron Hannes flutti. Mér fannst það skemmtilegra heldur en þetta lag. Já, ég sammála. En þetta lag samt, þetta grípandi og þegar ég sá það á sviðinu ég var í háskólabíói, þannig að ég heyrði ekki öll þessi tæknilegu vandamála sem að heyrðust heima, en þeir gripu mig samt alveg. Ég hafði alveg bara, vá, hei, þetta skemmtilegt
þú veist, þetta gaman, fór svona að dilla mér og dansa og bara eitthvað, wú, og þú veist, þetta var alveg stuð. En af því sögðu einmitt, þá einmitt, þú veist, þetta svona korter í það að vera mellóslegari, en samt vantar ennþá þetta korter upp á það að þetta verði slagari. Já. En þetta hefur alveg burði til þess að verða það. Eða allan, þú veist, sérstaklega þetta kombo. Ég vona innilega að Sveinn Rúnar og Aron Hannes haldi sínu samstarfi áfram. Já, og ég vona bara að það verði það sem að Sveinn Rúnar gerir núna. Mér finnst þetta vera, hann hefur gert margt flott, en ég vil núna bara fyrst hann komin orðinn svona góður í þessu, farið með þetta alla leið, fyrir ekki að grípa fram í. Nei, ekkert mál. Hann farið með þetta alla leið og svo að besta náttúrulega þegar hann kemur, mun þá bara sem eitthvað lag sem kannski ekki með svona sterka fyrirmynd, heldur væri bara eitthvað beint frá hans hjarta og það örugglega bara snillt líka. Og þá heldur við sem komum með bara eitthvað svona, þá getum við loksins farið með alvöru poplag aftur þá, segja, eftir 99 í Eurovision, sem að þú veist, gæti þessna unnið í góða ári, en já, þín aftur. Já, nei, en það líka bara, við erum svo sem alveg á sömu blaðsíðu, þú veist, ég held að þetta sé, já, það slökna á bakgrunni, þetta alveg, þú veist, þetta á leiðinni þangað. Já. En mér finnst samt þetta lag ekki alveg, þú veist, það hefur ekki alveg alla þá burði sem að ég væri til í að, eða þú veist, býr ekki yfir því sem ég væri til í að sjá frá þessu samstarfi. Já, með sem sagt, hjá Sveini Rúnari og með Aron Hannes sem söngvara. En hann fær svona, þetta ég ennþá ákveða mig hvort þetta fái sko 3,5 eða 4, að því það ennþá einmitt eitthvað sem að trufla mig. Ég ætla að já, því að mér fannst lagið þeirra betra í fyrra, þá ætla ég geti ekki að gefa þeim 4. En hann fær alveg sterkt 3,5. Og ég vona að þeir tveir haldi sínu samstarfi áfram og komi með einhverja sprengju, þú veist, á hvort sem það á næsta ári, ég meina það er náttúrulega 2019, það veit allir, þú veist, 99, 2009, 2019, þú veist, það er einhverju töfrar að fara að gerast á næsta ári. Þannig að ég bind bara vonir mínar að það vantar þetta poplag, þú veist, þetta hreina, þú veist, við erum ekki rosa mikið búin að vera í því að senda þetta hreina einmitt svona svíja poplag. Og það má alveg gerast einu sinni, en ég held að sé ekki að fara að gerast núna. Og ég treði líka einu öðru að ef kynna þetta færi, þá finnst mér þetta samt alveg hafa alla burði til þess að vera í Eurovision, það vantar ekki, en ég vil frekar að þeir fari síðar. Ég vil ekki að þeir fari, þetta kombo, fari með þetta lag, þeir eiga að fara með ennþá betra. Já, það er nákvæmlega það sem ég var að reyna. Þetta myndi alveg sleppa og kemst kannski áfram. Þú veist, ég er ekkert eitthvað, þetta málu, ég er ekkert fúl ef þetta myndi vinna. En mér finnst að þeir tveir, þetta kombo einmitt, eigi að fara í Eurovision með betra lag. Þetta er svona smá eins og þegar Måns Zelmerlöw, ef hann hefði farið með Cara Mia, þá hefði hann örugglega aldrei farið með Heroes og unnið, skilji. Nei, nákvæmlega. En hvað segir þú, Halla? Ég er að mörgu leyti sammála ykkur. Aron Hannes eins og þið að tala hann algjörlega potential Eurovision stjarna. Hann getur sungið, dansað, ofsalega hefur þennan sviðsjarma, algjörlega brosið og blikkið og allan pakkan. Og einmitt í þetta sem þið að tala í svona típist sænskt melló lag, sko. Algjörlega sammála því að það málið og Sveinn Rúnar náttúrulega hefur vaxið ofsalega búin að við náttúrulega eiga öll þessi 16 lög og þau eru ekki öll eins, alls ekki. Og ég líka sammála lagið í fyrra var betra og þetta lag, sko, ég búin að skipta sko, lagið sjálft núna, þú veist, mér finnst það gott einn daginn og mun vera næsta í einhvern veginn, það bara fer upp og niður, það uppáhaldslagið mitt og bara versta lagið einhvern veginn næstu því til skiptis. Þegar ég bara, hvernig stuði ég í eða eitthvað, ég veit það ekki, sko. Já, og lagið í fyrra betra og en mér finnst þetta, sko, alveg passa, þú veist, búningarnir, þeir voru nokkurn veginn eins og mér finnst þetta bara koma vel út. Það má vissulega æfa dansinn betur og allt það og þeir eru eflaust að því þessa dagana og aðeins, það var ekki svona alveg
svíja, en þetta var í áttina og bara það sem þið eru búin að segja, þú veist, þetta bara mjög góð æfing og bara taka 3 takk 2019 bara að koma með almennilegt svíja pop og já, gerið einu því að, þú veist, þetta samstarf, já, ég sammála því líka. Þetta bara hið besta samstarf. Ég ætla nú bara að setja þristinn á þetta, sko. Ég ætla ekki að gera skrófar en það. Nei, en það líka bara, það þurfa ekki allir að vera sammála. Nei, sem betur fyrr. En maður spyrir ykkur bara tengt þessu, sko, hvernig nú ég ekki á Íslandi, sko, en með allt þetta sem búið að vera í gangi sen í haust, MeToo og allt þetta, ég sé henni umræðu það, en þetta þema, þetta gold digger, hún, þú veist, konur vilja bara giftast köllu fyrir peninga, þetta ekkert búið að vekja neina athygli? Jú. Margir fúlir yfir þessum texta líka og það... Svona tímaskekkja, sko. Já, hann það svolítið og hefði verið hægt að hafa hann eitthvað allt annað. Það algjörlega kannski hluti að því að maður gefur ekki hærri einhvern þetta. Já. Þetta ekki, þú veist, af hverju endilega, á þetta að vera svona ógeðslega cool, þú veist, og það ekki ógeðslega cool, það akkurat, þú veist, bara ömurlegt, sko. Já, svo spurningin þetta hvort það hafi verið að reyna að meina eitthvað annað en það hafi bara miskilist eða eitthvað, en já, þessi texti hann nú hálfgert prump, sko, ég verð nú alveg að veikja það, en það einhvern veginn, ég veit ekki hvort það hljómi sorglega eitthvað, en ég einhvern veginn gleymdi bara, þú veist, þegar ég sá það á sviðinu. Þetta truflar mig meira þegar ég hlusta á stúdíóútgáfuna. En þarna... Truflar mig sjálf til líka bara mjög lítið, sko, en maður bara heyrir umræðinu, já. Og mér finnst þetta meira eiginlega bara svona pínum bjánalegt, sko, bjánalegt að gera þetta akkurat núna. Þú veist, þetta var kannski búið að senda inn lagið, en ég meina, sko, mér finnst þetta smá bara svona, þú veist, nú þeir ekkert að halda því fram að allar konur séu gold diggers eða eitthvað álíka, en það bara engin stemning fyrir því að ræða eitthvað svona algengast neikvæða stereótypu á konu akkurat núna. Nei, þetta var svolítið svona, þetta var cool 2006 þegar Kanye West kom með þetta. Já. En þetta kannski ekki jafn cool í dag og það einmitt eina af ástæðunum fyrir því að mér finnst þetta mun síðra lag heldur en til dæmis það sem þeir komið með í fyrra. Og af sömu ástæði vona ég að þeir, þú veist, að þeir halda samt samstæður að vinna áfram og koma með eitthvað betra. Af því að, já, en það alveg góður punktur að þessi texti ekki að gera nokkuð skapaðan hlut fyrir þá. Og þetta væri eflaust mjög betra lag ef að ég væri ekki að hugsa textan, af því að lagið sjálf alveg drullu grípandi og þetta en það vantar. En við erum þá sammála það, við veitum að þetta alveg nógu gott en þeir geta betur og við viljum spara á. Já, alltaf sé bara ekki þannig. Þetta troppu okkar og við viljum ekki nota það núna. Nei, ekki senda það út með gold digger. Nei. Passa hendur ekki, það örugglega eins með Evrópu með þessa umræðu, þetta ekki að gera sig, það alveg húkur í þessu lagi, það flott, en þessi texti bara, hann tímaskekkja, já. En ég var með eina hugmynd, sko, sem ég var búin að vera annars staðar líka í einhverju grein, en þarna, hugsaðu ykkur ef að þeir hefði bara ákvæðast nú sem þannig að hann hefði byrjað að syngja strák sem var í gold digger. Og þá þetta orðið, þú veist, svona regnbogalag, sko, kannski, en þá myndi þetta einhvern veginn fá annað. Kannski. Já, svo fór ég reyndar að pæla í núna bara, mér datta í hug núna, þetta eins og að koma hvað var, Hvíta-Rússland 2014, kom með einmitt eitthvað svona cheesecake-lagið, sem ég fannst algjörlega ógeðslegt til að byrja með, en svo einhvern veginn svona greipað mig. Þetta gæti alveg gert slíkt til... Já, algjörlega. En ég held samt ekki að ég vil eiginlega bara spara þá. Ekki bara senda það út með þetta. Frekar spara þá og þeir koma með eitthvað bombu á næsta ári eða eftir 2 ári eða eitthvað. Ég vona að þeir heyri þetta eða heyri af þessu og bara sjá. Annars látum við að þau bara vita. Það ekki bara síðasta lagið? Það síðasta lagið. Halla. Það heitir Í stormi, það til ensku texti, Saviors við það, og átti að vera á ensku úrslitónum upphaflega, en það búið að breyta því núna, það verður á íslensku. Það sem Dagur Sigurðsson sem flytur og lagið eftir Júlí Heiðar Halldórsson.
textin eftir hann og Þórunni Ernu Klausen. Enn og aftur. Bara þegar ég sko las það var náttúrulega kom hana lag síðan hana hvaða lög væru og hverju var að flytja, bara leið og ég sá það, bara Dagur að fara að keppa og ég að fara að halda með honum, punktur. Og það bara ekkert breyst. Hann bara, þú veist, geðveikur söngvari, ég búin að sjá hann nokkru sinnum og ég bara fæ gæsahúð í hvert einasta skipti og bara þessi rödd bara hvaðan kemur sem maður og ég man, þú veist, hann einn af fáum sem ég man bara þegar ég sá performa fyrst skilið í söngvakeppni framhaldsskólana. Hann bara náði mig strax, þannig að sumu leyti kannski breyti úr lagið sjálft, mér finnst það samt, sko, það byrjar á þessu píanó, mér langar að heyra meira. Ég svona dramadrottning, þannig að þessi dramatík í því hentar mér ágætlega. Ég var aðeins efins þeir sko skiptum með þennan texta, ég bara ekki vera að breyta, þú veist, en svo hlustaði ég nú aftur á enska textan í gær og ég sagði bara nei, íslenski textin bara betri. Eins og Dagur hefur sagt sjálfur, það bara, mér finnst það bara. Hann náttúrulega ekkert eitthvað besta ljóð sem Íslendingur hefur samið, en það svona frasar í honum og þannig að ég bara ánægð með það orðin núna og líka það náttúrulega fann að koma, það var nú verið að tala hvort það kemi einhver svona allir að syngja á eigin tungumáli bylgi, það ekkert mikið það. Það hefur verið, þú veist, hallarlegt þetta og allir hinir hefur farið í þá, en það þú veist, það sem komið, þá það alls ekki. Þannig að við erum ekkert að fylgja neinum rosalegum tískustraumi, þannig að mér finnst þetta bara allt í lagi með það. Já, lagið bara ágætt, það sem ég finnst, sko, þessi sviðsetningin, mér fannst of mikið skipt á milli myndavélana, mér fannst þetta þú veist, ég vil bara njóta einhvern veginn. Lagið þyrfti að vera, finnst mér, og líka 15 sekúndur lengra, einhvern veginn bara til að ná öllu í því, einhvern veginn þetta, þú veist, bara feeling, eða þú veist, tilfinningunni. Þá finnst mér að, það þyrfti að, ef ég á að setja eitthvað út það, sko. En mér finnst lagið bara flott dramatíkin og hann náttúrulega bara gerir þetta alveg frábærlega og hann hefur tekið leiðsögn, hann var að tala að hann væri ekki mikið með opin augun, hann það yfir oft ekki, en hann tekur því, sko. Hann náttúrulega engin mesti sjarmur í heimi og það snýst ekkert bara útlitið, hann bara þannig típa. En ég meina, hvað var Salvador og hvað var Eyþór Ingi, þú veist, það ekkert aðalega Eurovision. Þú veist, en mér finnst þetta bara alveg geggjaðlega og ég ætla að vona að þetta sé að fara alla leið. Og ég ætla samt, þetta ekki fullkomið, en ég ætla ekki að segja 10, eða 5 semst, ég ætla að segja 4,5. Haukur, hvað segir þú? Já, ég segi það að þarna, eins og svipað með hann Ara, þá bara þetta bara augljóst, heyrum að það strax að þetta ótrúlega góð söngvari og það allur styrkurinn. Mér finnst líka sko Júlí Heiðar hrós skilið fyrir það að hann kemur inn í lagið og hann hefur gaman að syngja sjálfur og syngur vel og allt það, en ákveður samt að fá eitthvað sem sko sturlað sinnum, milljón sinnum miklu betri fyrir lagið allavega. Og þarna ég mjög ánægður með hann þarna þegar þarna sýnir hann að hans tilbúinn að setja hagsmuni lagsins og Íslands framfyrir sína eigin stundahagsmuni að fá að vera með sjálfur og það gefur mér svona vonur að við höfum eftir að sjá meira frá Júlí Heiðar og hann sem rétt svona attitúd fyrir þessu. En textinn finnst mér líka mjög góður og þarna til dæmis finnst mér Þórunn Erna Klausen verið með miklu betri það. Já. Hins vegar, mér finnst lagið ekkert sérstakt því miður og mér finnst það vera bara aðalókosturinn. Fyrstu viðbrögð mín voru eitthvað svona, já, þú veist, hann ekki með hefðbundna útliti heldur, þú veist, þetta maður alltaf að pæla í heildarmyndinni. En mér finnst það eiginlega núna hafa bara snúist upp í andstöðu sína að mér finnst það vera líka styrkur hjá honum að vera ekki, sko, þú veist, það ekki alltaf gott að vera þú veist, þarna Aron Hannes eða eitthvað, sko. Hann sjálfur bara vera búinn að
einhvern veginn ná til mín, sko, það bara í græna herberginu og eitthvað svoleiðis og þarna, ég styð hann alveg 100% og ég held alveg að þessu gæti alveg gengi ágætlega, sko, í Eurovision. Að þessi rödd náttúrulega bara ótrúleg, sko. En af því að ég fíl ekki lagið, þá get ég bara ekkert gefið þessu meira en 3. Það bara henni. Já, ég er svona mitt á milli ykkar, einmitt. Ég ætla einmitt ekki að segja einhvern mín alveg strax, sko, en það er einmitt það sama. Dagur er náttúrulega með einhverja yfirnáttúrulega rödd. Og hann samt svona, en já, lagið er kannski ekki, einmitt, það er ekki besta lag sem ég hef heyrt. En það samt einhvern veginn, mér finnst að henta honum. Og allt því að það henta honum, þá einhvern veginn svona nær hann að hífa það upp. En mér langar samt að koma því að framfæri að sko Júlí Heiðar er náttúrulega, þú veist, hann er einhvers konar, bara eitthvað náttúrufyrirbæri, sko. Við erum að tala um að gaurinn er búinn að koma með sko rapplag, náttúrulag og núna rocklag. Mjög fjölbreytt. Þannig að hann fær sko alveg bara, hann fær þvílíkt hrós frá mér að geta, þú veist, að hann bara sé með þessi, þú veist, country, eða svona country skotið poplag, rap, poplag og svo rocklag. Þannig að hann fær alveg prikk fyrir það. En og þetta er ekki, þú veist, þetta er alls ekki slæmt lag. Þetta er mjög íslenskt, svona dægur rocklag. Þannig að held ég með þessu rosa margir hérna í Íslandi sem segja að fíla þetta. En spurning hvort að það er eftir að ná síðan til Evrópu, það er svo annar mál, en það myndi þá bara koma í ljós. Ég myndi alveg, þú veist, þetta er ekki uppáhaldslagið mitt. En ég myndi samt alveg, þú veist, svona, treysta þeim til þess að fara út og, þú veist, ég myndi ekkert skammast mín fyrir þau. Ef að þau myndi vinna. En þú veist, ég ætti ekkert vona á einhverjum flugeldum, sko. En þú veist, hann að þetta er svona, en þetta er ekki alveg toppurinn, sko. Og mér finnst svona, og ég er einmitt saman líka með myndvinnsluna, þetta var svolítið svona mikið kaos eitthvað. Þannig að ég veit að þeir eru rosa eitthvað mikið að reyna að sýna það að þeir séu komið með græjur. Af því að það er svona myndvinnslan í söngvakeppni hefur verið eitthvað sem að vantaði stórlega upp á. Hún eru þau greinilega komnir með einhverja græjur og þá bara, hei, notum allar græjurnar. Og mér fannst einmitt lagið í Stormi svolítið líða fyrir það. Það var svona að vera að nota, þú veist, alltaf mikið af skiptingum og En ég segi það alveg eins og með Sveinrúnar og Aron Hannes, Rúf er alltaf, mér finnst þetta alltaf batna hjá þeim á hverju ári, samt. Já. Eins, þetta var alltaf eitthvað langlóku, teygjalópan eitthvað, þetta er búið að kötta þetta aðeins niður og eins myndvinnslan hún fer í heildina batnandi þó enn megi gera betur, sko. Já, það má alltaf gera betur, en þeir eru greinilega, þú veist, þeir eru á leiðinni. Já. Þetta eru svona vaxtarverkir og maður sér það einmitt, þetta og það er svona ótrúlega skrítið, sko, að maður sér að þetta er búið að batna en samt, maður næri ekki alltaf að setja fingurinn á, sko, af hverju einhver skot bara eru miklu ljótara en það væri melló, sko, þú veist, þegar maður kann þetta ekki sjálfur heldur, sko, en við erum á réttri leið. Einu gallinn eru þetta að, þú veist, Eurovision þróast líka og við munum örugglega alltaf kannski vera eitthvað aðeins á eftir. Já, það er líka bara allt í lagi, þú veist, við erum náttúrulega bara litla Ísland og þú veist, við erum ekkert að fara að sigra heiminn, sko, en það má samt alveg, ég er samt einmitt, svona til þess að fara einmitt aðeins út fyrir dag eða lagins dags, svona, persóna, þá fá þeirra, þetta er á leiðin, þetta er á réttri leið. Já. En svo ég fari aftur að í Stormi, þá er ég er mjög ánægð með að þeir ákveða að syngja þetta íslensku. Af því að mér finnst eins og þú sagðir, Haukur, þetta finnst mér til dæmis mun betri texti frá Þórunni heldur en við Our Choice eða Heim. Já. Þú veist, þetta er alveg ákveðin tegund af klísju, en það er einhvern veginn, hann samt grípur mig eitthvað meira. Ég næ meiri einhvern veginn, hann er að grípa mig meira þessi texti heldur en hinn. Þannig að eins og þú segir, þú veist, þannig að ég er mjög ánægð með að þeir ætla að syngja þetta á íslensku og já, en það er samt, það vantar, þú veist, það vantar einmitt eitthvað,
Ég veit ekki að ég get eiginlega ekki alveg gefið þeim 4, væri hægt að gefa þeim 3,75. Það, þú veist. Það lítur að vera í lagi. Já, því að þú veist, mér finnst þetta ekki alveg, þú veist, þegar skilið 3,5, en ekki alveg vera nógu gott til þess að ná upp í 4. Þannig að ég ætla bara að taka mig það bessaleyfi. Gefa þeim 3,75 sem er náttúrulega augljóst. Svo námöndu við bara. Sem augljóst 4, en það þarf enginn að, þetta er ekkert að fara upp í neitt Excel-skjal, þannig að, já, en þetta var bara síðasta lagið. Eigum við þá ekki bara að byrja á því að slúta þessu með því að ég ætla að spyrja ykkur hverjir eða hvaða lög haldið þið að verði í einvíginu? Halla. Þetta er rosalega erfitt þetta er ekki svona eins og í fyrir obvious að Svala vinni bara leiðum að við sem að taka þátt. Alls ekki. Og ég er búin að skipta skoðun 10 sinnum með þetta og þegar og ég var bara að hugsa núna með við að vera bara hvað ætlar að segja Halla? Ég ætla að segja Heimilistónar og Dagur. Já. En þú Haukur? Bara núna, ég segi örugglega eitthvað annað á morgun, sko. Já. Sko, í mínum huga er ekki spurning að Heimilistónar verða í einvíginu. Ég held það sé alveg ljóst. Og ég er sammálaður, ég held að það verði Dagur líka. Og það eru nokkrar ástæður fyrir því. Það er eina af þeim er að maður er búinn að sjá, allan ef ég horfi bara á mína eigin upplifun af því og það sem ég þekkja, þá er einhvern veginn eitthvað lag sem ég veit enga athygli fyrst, en samt einhvern veginn er ég farin að hafa trú á því og svo hann bara, það, þú veist, fólk auðvitað fíla allir svona geðveikan söngvara, sko. Þannig ég held, svo fær hann að vera síðastur á svið og það er aldrei verra. Þannig ég held að Já, ég held að það verða alveg örugglega hann líka og ég sé líka maður fyrir að líta á hinn lögin, sko, það eru þarna til dæmis Aron Hannes og Áttan, ég veit að Áttan er örugglega með töluvert fylgi og ungu fólki, það, þú veist, þetta ekki að töfur að taka af hverju öðru, við erum með sama markhóp. Já, en dómnefndin náttúrulega, mér finnst það fyrst og fremst, sko, dómnefndin, þetta er samanlagt dómnefnd og, sko, ég held að Heimilistónar og Áttan getur verið efst í, sko, símakostningunni. Já. En dómnefndin gerir ég ráð fyrir að vera með 8 hins vegar neðst, þannig að hún nær ekki inn við þess vegna sleppur Dagurinn. Já. Það er mín, já. Ég trúi þessu líka. Já. Þetta er eiginlega bara ógeðslega döll af því að ég er bara hjartanlega samleikur. Já. Ég trúi þess ekki. Jú, það er bara, ég var líka alveg svona alveg á ég að breyta. Já. Bara fyrst að þú sagðir, ég alveg, ok, alltaf verið 2 sammála, eða 2, en svo kom Haukur líka, ég alveg, ég kannski verið bara flippuð og aðeins hrist upp í þessu og breyta. En ég var samt eiginlega búin að ákveða bara áður en við byrjuðum á þessu. Að það var bara, ég var búin að vera að hugsa mikið, en það var enda sama. Ég er eiginlega alveg viss að Heimilistónar eigi eftir að koma og ég er búin að vera það í svolítinn tíma. Að þetta er alveg eitthvað svona sem bæði dómnefnd og áhorfendur gæti haft gaman af. Og mér finnst að ég held að Heimilistónar... Já. Svo er ég búin að, já, það er það eiginlega, en svo, og líka bara miða við, sko, hvernig viðbrögðin sem Dagur og lagið hans, þú veist, hefur fengið, líka bara bæði salnum og svo bara einhvern veginn finnst maður svona almennt umtal það, þá held ég að Dagur eigi eftir að komast í einvígið. Og mér þætti það bara líka frábært af því að þá væri 2 lög á íslensku í einvíginu. Það væri alltaf flott. Það væri svolítið áhugavert, sko. Já. Þannig að þetta er svona pínu í raunhæf spá og pínu draumórar. En þá erum við, fyrst að við erum öll hérna, við erum öll með sömu lögin í einvíginu, en hver á það eftir að vinna einvígið? Ég held að það sé ekki alveg sammála að það Nei, ég er ekki viss það. Nei. Ég ætla bara að taka skarið og ég ætla að segja Heimilistónar að taka þetta. Ég ætla að vera ósammálaður. Já. Ég held að því að svo margir sem þú þá ekki, að þá held ég að Dagur hefur fengið náttúrulega ofsalega mörg jákvæð viðbrögð, vissulega neikvæð líka, en miklu meira. Það er miklu meira jákvæð, Heimilistónar það er svona jafnara. Þannig að ég ætla að segja Dagur og vona, þetta er þetta pínu wishful thinking líka.
Já. Ég held bara að það sé ekki spurning að vera heimilistónar, sko. Ég held mér svona nokkuð vissan. Það kemur allavega mjög mikið óvart að það færi einhvern veginn öðruvísi, en ég vona það líka. Já. Já, þetta svona fín. Ég held samt að það gæti alveg komið eitthvað óvænt upp á laugardaginn. Já, það algjörlega, það allt opið, það kemur ekki óvart. Já, hver sem í einvíginu. Og þetta ekki jafn svona afgerandi og búið að vera síðustu ár. Eins og í fyrra, það var bara, það vissu, það var einhvern veginn bara, Svala að keppa, já, hún að fara að vinna. Og ég sagði það alveg sjálf. Ég var bara, mér bara eiginlega alveg sama hver aðrir að keppa. Ég bara, tím Svala, sko. Og svo var þetta líka pínu sem ég Greta Svala með árið áður. Já, kannski ekki alveg jafn mikið 2015. Nei, það var jafnara. Ég var nú alls ekki viss með Greta Salome, sko, en mér fannst það samt svolítið svona típist að það myndi gerast, en já. Já, mér finnst þetta samt svona einhvern veginn, þetta svona minna einhvern veginn, ég ekki viss það heimilistónar eftir að komast í einvígið, þetta pínu svona einmitt, ég vil það bara. En ég sem trúi því alveg, það gæti alveg gerst. Ég tel mig vera vissan það, já. Já, ég ætla að treysta þér, því þú hefur komist í úrslitin sjálfur. Já, en ekki í einvígið. Nei, ekki einvígið. En ég ætla samt að treysta þér. Og þú býr í Svíþjóð, það allt betra í Svíþjóð. Nei, en ég sko, ég náttúrulega ég ekkert búin að vera svo mikið í sambandi við fólk á Íslandi og það náttúrulega ákveðið á Íslandi. Þannig ég svolítið svona einangraður frá orðin á götunni, sko. Það líka gaman að fá þannig álit. Þú ert ekki litaður að því hvað allir, við heyrum í vinnunni og hvað sem við förum, bara allir handla þetta laga nú, annarkoð frábært eða ömurlegt, sama hvert það fer, sko. Ég held að þess vegna sem þið haldið þetta sé eitthvað svona fara að vera eitthvað óvænt. Ég held að þetta verði bara nákvæmlega eins og verið spáð. Ég ekki hugsa bara ef lögin fá bara lendi í svipari röð og við settum það ef við reknum saman stígin, sko. Já, þannig að þetta verður kannski bara, eigum að senda út tilkynningu núna, bara Borgarleikhús og Þjóðleikhúsið, sorry, þið verður bara að loka í maí, sko. Já. Já. Það bara að slá í gegn verður bara klárast fyrir maí, sko. Jú. Vonandi verður þannig. Ég finnst það erfitt að ef það verður eitthvað annað, þá verður ég mjög vonlítill að komast áfram. Ef það eru þær, þá verður ég svona hóflega bjartsýnn en það verður ekki jafn mikilvægt eitthvað. Já, ég eiginlega sammála. Nei, ég reyndar ekki. Ég til ýmsa eiga möguleika en samt kannski ekki, alveg sama hvað við sendum. Já. Þetta óútreiknanlegt. Já. Ekki hægt að segja til allavega ennþá. Ég bindi mínar mestar vonir við heimilistóna. En það þarf á engan hátt að endurspegla mat þjóðarinnar þótt ég voni það. En herri, eigum við þá ekki bara að segja þetta gott? Jú. Við erum svona, þetta var við vorum missammála en samt svona, við hafum nú ekki rifrildi í gangi, sko. Nei. Þannig að þetta var bara nokkuð gott. Herru, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir, Halla og Fáses Norður og Haukur í Fáses á meginlandi Evrópu og ég bara þakka fyrir frá Fáses Suður hérna. Bara takk og bless og gleðilega söngvakeppni. Sömuleiðis, gleðilega hátíð.